Góðan daginn, gott fólk, velkomin á þennan streymisfund okkar þar sem við erum að kynna niðurstöður á fyrsta ársfjórðungi 2026 og 7 hjá Högum. Þessi ársfjórðungur byrjaði, þessi rekstrarárið hjá okkur byrjar 1. mars og fjórðungur lauk núna í lok maí. Ég heiti Finnur Oddsson og við Guðrún Eva Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, ætlum að segja stuttlega frá rekstri í Haga á fjórðungnum og munum svo svara spurningum í lok kynningar og í því sambandi rétt að benda á að fundarmenn geta sent inn spurningar á fjárfestakynning@hagar.is sem við munum svo reyna að svara hér á eftir. Nú það er skemmst frá því að segja að árið fer mjög vel á stað hjá Högum. Starfsemi gengur vel heilt yfir á öllum sviðum og niðurstaða fjórðungsins er mjög sterk en hún er lituð af nokkuð sérstökum aðstæðum á olíumörkuðum eins og við reyndar ræddum hérna stuttlega á síðasta fundi og munum fara vel yfir á eftir. Við skulum skoða þetta aðeins nánar og við byrjum þá á rekstraryfirlituna að vanda þar sem við förum yfir og glöggum okkur á helstu lykiltölum. Vörusala á fjórðungnum nam 50,8 milljörðum sem er aukning frá fyrra ári rétt í kringum 5,5%. Í því sambandi er ágætt að hafa í huga í samverðu við fyrra ár að þá togar niðurfelling á olíugjöldum áramótin töluvert niður tekjur en hækkun á heimsmarkaðsverði þá togar í hina áttina þannig að það er gott að hafa það svona bak við eyrað. EBITDA hækkar hjá okkur var 5.135 milljónir og hagnaði sömuleiðis 1.165 milljónir. Þetta er rífleg bæting frá árinu á undan 27% annars vegar og 65% hins vegar og endurspeglar í raun og veru sterkan rekstur en við ræðum svo hlut ólís og sölu til stórnotenda hér á eftir. Nú framleiða hlutfalli styrkist töluvert, stendur í 26,2% að það er af sömu ástæðum og ég nefndi hér á undan, má mestur rekja til starfsemi og uppgjörs ólís. Síðan er launakostnaður og kostnaðar hlutfall að hækka lítillega var 16,7%, eiginfjár hlutfall endaði í 37,7% sem er nokkuð yfir markmiðum stjórnar. Nú, þegar við horfum yfir fjórðunginn þá stendur það upp úr að hann var gríðarlega sterkur, vel umfram okkar áætlanir og það kemur til að því að rekstur allra eininga er að ganga bara heilt yfir vel, sérstaklega verslanir og vöruhús á Íslandi og svo ólís. Eins og verið hefur undanfarna fjórðunga þá sjáum við aukna aðsókn í verslanirnar hjá okkur og það mælum við bara á fjölda heimsókna og seldra stykkja og það á við bæði hérna heima og í Færeyjum. En það verður að viðurkennast að okkur fannst maímánuður hérna heima svona heldur rólegri en við gerum ráð fyrir og þar sem við erum að miða við árið og undan og kannski hvernig júní er að fara á stað, þessi annar fjórðungur er að fara á stað. Nú eitt stærsta verkefni fjórðungsins var að koma innkaupasamstarfi við Salling af stað og vörum í verslanir, það hefur gengið vel og ég kem að því betur hérna á eftir. Við hófum einnig starfsemi Haga miðla á fjórðungnum sem er ný rekstrareining á sviði smásölumiðlunar. Við gerum grein fyrir henni líka stuttlega hérna eftir og svo er ljóst að hjá ólís og fjórðungurinn mjög óvenjulegur. Mikil hækkun á olíuverði á heimsmarkaðsverði er að skila sér að minnsta kosti tímabundið í bættri afkomu af sölu til stórnotenda en á móti þá erum við að sjá ákveðinn samdrátt í afkomu vegna smásölu á móti. Við ræðum þetta mjög ítarlega hérna á eftir. Nú þannig að við erum bara ansi ánað með fjórðunginn, hann er töluvert yfir okkar áætlunum afkomu og en vegna óvissu þróun rekstrar á öðrum ársfjórðungi þá höfum við ákveðið að hækka afkomuspá ekki að svo stöddu en aftur þá rýnum við ástæðurnar betur hérna á eftir. Nú byrjum á þessum stærsta starfsþætti okkar verslunum og vöruhúsum á Íslandi sem tekur til starfsemi Bónus, Hagkaups, aðfanga og banana og svo smærri eininga. Þetta er frábær fjórðungur, tekjurnar voru 35,7 milljarðar og það er aukning 6% á milli ára. EBITDA nam 3.122 milljónum og það er það byrð 15% bæting á milli ára þannig að afkoma starfsþáttarins er að styrkjast töluvert. Nú ástæðnir eru svipaðar og verið hefur síðustu fjórðunga og kannski ekki mikið að breytast í því. Við erum einfaldlega að fá fleira fólk í búðirnar okkar, fleiri viðskiptavini og við erum að selja fleiri stykki og leið erum við að gæta rekstrakostnað og rýrnun og það er að skila þá ágætis niðurstöðu. Við fjöllum aðeins betur þessar magntölur á eftir
En höldum áfram, aðföng og bananar ganga svolítið eins og klukkur í okkar starfsemi og ganga bara rétt. Að skila góðum rekstri og alla smærri einingarnar hjá okkur, Eldum rétt, Sara og Stórkaup sömuleiðis, í raun að bæta sig á milli ára og við erum sérlega ánægð með að við sjáum þarna áframhaldandi kröftugan vöxt í Stórkaup sem að vaxa núna tekjulega vel yfir 20%. Nú í ljósi þeirra miklu vinnu sem við höfum lagt undir í innleiðingu á Salling að koma Salling-vörunum inn í verslanir og svona öll umsvifin sem í aðföngum, þá ánægjulegt að sjá að það gekk enga síður vel í rekstrinum í dagvöruverslunum heima og svona þegar svona stóru verkefni eru undir þá alveg ágætt að sjá að allur annar rekstur að tikka vel. Það alls ekki sjálfgefið. Ef við rýnum þetta aðeins betur og skoðum þá bónus, þá svona svolítið sama sagan þar, það gengur bara virkilega vel í rekstri bónus, hann að styrkjast, við erum að sjá ágætis tekjuaukningu, velta nam 25,7 milljörðum og upp 7% á milli ára og afkoman að styrkjast ef eitthvað hlutfallslega aðeins meira heldur en þetta. Nú viðskiptavinum fjölgar áfram og sömuleiðis seldum stykkjum, en og allt meira og minna samtóna síðustu fjórðungum, en enda bara nokkuð góð uppskrift að því hvernig hægt að bæta rekstur og staðfestir að viðskiptavinum líkar vel það sem bónus býður upp á, sem hagkvæm matarkarfa og einfaldar búðir. Nú það risavaxið verkefni að skipta út vöruval í búðum eins og við höfum verið að gera með Salling-vörunum. Við erum núna búin að koma 500 nýjum vörum í hillur hjá bónus eins og staðan í dag, 350 á þessum fjórðungi, en það þýðir í grófum dráttum það að 500 vörur eru líka farnar út. Við erum ekki að endilega fjölga vörum mikið og það þarf þá að finna pláss, það þarf að endurraða, það þarf að merkja upp og nýtt og svo framvegis og allt tekur þetta vinnu og tíma. Þannig að sem hefur gengið vel og við erum að sjá að Salling-vörurnar eru smám saman að verða umtalsverður hluti af hverri matarkörfu hjá viðskiptavinum. Nú þessi vinna strax farin að styðja við markmið og loforð bónus að þar fæst hagkvæmasta matarkarfa landsins, en Salling-vörur að koma inn á mun hagkvæmari verðpunktum en sambærilegar vörur og það hvetur þá auðvitað aðra til dáða líka og dregur í einhverju skilningi verðbólgu þrýstingi á matvöru og það í rauninni ánægjulegt að sjá að verðlag á matvöru hefur ekki hækkað núna í 4 mánuði frá því í mars samkvæmt mælingum Hagstofunnar og við leggjum okkur að sjálfsögðu fram að svo verði áfram. Því tengt þá ríflega helmingur af öllum vörum sem seldur í bónus á sama verði eða lægra verði og var fyrir 12 mánuðum síðan. Nú, við kláruðum núna í lok maí langþráða stækkun á bónus á Selfossi í verslunum þar og það ánægjulegt að sjá hversu vel sala hefur tekið við sér þar á bæ í framhaldinu. Nú, Hagkaup átti virkilega sterkan fjórðung, þar nam velta 6,7 milljörðum króna, það 5% aukning á milli ára, afkoman hins vegar að styrkjast töluvert meira heldur en þar hlutfallslega og það helgast fyrst og síðast að því að við erum búin að ná markverðum árangri að bæta tímanotkun í verslunum og við erum að ná árangri að draga mjög verulega úr rýrnun og við erum að gera þetta með náttúrulega breyttum markmiðum, áherslum og ferlum og það munar gríðarlega mikið svona umbætur í rekstri þegar það skila sér beint niður í rekstrarreikningnum. Nú seld stykki voru nokkurn veginn á pari á milli ára á meðan viðskiptavinum voru að fækka lítillega. Í því sambandi ágætt að hafa í huga að samanburður milli fjórðunga getur raskast svona vegna tilfallandi eða tilfærslu viðburða og tilboðsdaga eins og var núna þar tax-free fjall á mismunandi tíma fjórðungs eða milli fjórðunga hjá okkur en undirliggjandi mynd áfram sú sama, reksturinn stöðugur og afkoman betri. Nú Salling komið í hillur hjá Hagkaupum eins og hjá bónus, þar erum við að leggja sérstaka áherslu á að vörurnar breikki vöruvali hjá okkur, við erum að auðvitað styðja við lægra verð líka en aukið úrval tala beint inn í þessa sérstöðu Hagkaups mikið úrval og mikla þjónustu. Prinsip vörulínan hjá Salling sem ég hvet nú alla til að prófa, spila þarna stórt hlutverk, vörur í hæsta gæðaflokki og passar mjög vel við sérstöðu Hagkaups á markaði. Nú, við erum stöðugt að styrkja aðra þjónustur hjá Hagkaup, netverslanir, samstarfi við Volt, veisluþjónustuna og svo framvegis og með þessu erum við að skapa fleiri og áhugaverðari snertifleti og skemmtilega snertifleti við viðskiptavini og þetta gengur vel, raunar svo vel að við önnum stundum ekki allri eftirspurn og veisluþjónustan hjá okkur var til dæmis
uppseld á öllum helstu dögum í kringum útskriftir og það þrátt fyrir að við jukum í rauninni afkastagetu veisluþjónustunnar töluvert á milli ára. En stóra myndin sú að Hagkaup talsvert breytt rekstrareining fyrir okkur frá því sem var fyrir fáum árum síðan. Við erum með skýrari áherslur í vöruflokkum, við erum búin að breyta vöruúrvali, nýjar þjónustur og svona markvissar umbætur í rekstri hafa skilað töluvert betri afkomu og á sama tíma erum við enn að sjá heilmikið tækifæri að gera betur á þessum grunni. En þá var starfshætti Olís og þessi starfsháttur í rauninni kannski bara málanna í þessu uppgjöri og kannski sá eini sem að taka verulegum breytingum. Það ástand sem hófst núna í Mið-Austurlöndum með árás Bandaríkjanna og Íran byrjaði nánast á sama tíma, á sama degi og fyrsti fjórðungurinn byrjar hjá Högum, það er að segja byrjun mars, og á þessum fáu dögum í byrjun mars, kannski 2-3 dögum, lá nærri að heimsmarkaðsverð á olíu tvöfaldaðist. Og svona mikil hækkun á svona skömmum tíma hefur mjög afgerandi áhrif á okkar rekstur og það má sjá það glögglega í starfshátayfirlitinu hérna á Glærunni. Og ég held að sé full ástæða til þess að rýna þetta vel og útskýra aðeins vegna þess að það hefur kannski aðeins örlað á því í umfjöllunum félagið að það ekki alveg nægilega góður skilningur á mekanikinni sem þarna bak við, þannig ég vil fara vel yfir hana. En við ætlum að byrja á tölunum. Tekjurnar voru 11,6 milljarðar sem lítilsháttar hækkun frá fyrra ári. En aftur ég nefni það að afnám eldsneytisgjalds togar niður. Lítirinn kostaði fyrir áramót ca. 300 kall. Og eftir áramót ca. 200 kall, hefur reyndar hækkað töluvert mikið síðan út af heimsmarkaðsverði sem togar þá tekjurnar upp á móti. En þessu til viðbótar þá fækkar seldum lítrum hjá okkur 3,7%. Þetta á minna við í smásölunni en kannski heldur meira við í sölu til stórnotenda. En kannski ekki óeðlilegt að það dragi aðeins úr sölu þegar að það dró úr trafík á vegum landsins 3,7% samkvæmt vegagerðinni og kannski bara eðlileg viðbrögð við því að eldsneytisverð hækkar eins og raun ber vitni. Afkoma Olís að styrkjast verulega, það sést vel til hægri á myndinni, nánast tvöfaldast og EBITDA var 1,5 milljarðar og til að skilja hvernig þetta gerist þá þarf að horfa sérstaklega til sölu fyrirkomulags gagnvart stórnotendum og eðli samninga við þá. Eins og við að búast þá eru viðskiptasamningar af ýmsu tagi, en það sem skiptir hér máli og ég kannski einfalda aðeins hvernig verð í sölu til stórnotenda ákvarðað og það fyrirkomulag sem að tíðkast hjá okkur og almennt það ákveðin tengingu heimsmarkaðsverði á olíu, þar sem að stórnotendur greiða fyrir eldsneyti annarkvort byggt á meðalverði líðandi mánaðar eða meðalverði síðasta mánaðar. Svo eru auðvitað alls konar útfærslur á þessu. En stór hluti viðskiptavina Olís á skilmálum þar sem greitt fyrir eldsneyti í tilteknum mánuði miðað við heimsmarkaðsverð í þeim sama mánuði. Og þá er verið að greiða fyrir eldsneytisbirgðir sem eru yfirleitt nokkur af ykkar gamlar, hversu gamlar fer bara eftir birgðastöðu. Þannig að það sem að gerist núna í byrjun fjórðungs í Olís, byrjun fyrsta fjórðungs, að tekjur á sölu til stórnotenda miðast að stórum hluta við heimsmarkaðsverð í mars. Og heimsmarkaðsverð í mars sennilega það hæsta sem við höfum séð í sennilega bara síðan Úkraínustríðið var. En á meðan eru birgðir á innkaupsverðum frá því í febrúar eða janúar. Það eru á birgðaverði frá því fyrir að Íransstríðið hófst. Og þarna munar einfaldlega tugum prósenta á þessum verðum sem skapar þessa óeðlilega háu framleiði í rekstri Olís. Í grunninn þá skýrir þetta uppgripin sem sjást núna í rekstri Olís. En þetta skýrir líka leið hvers vegna við gerum ráð fyrir að þessi afkomubati gangi að einhver leyti tilbaka. Það blasir nefnilega við núna eftir að eldsneytisverð hefur lækkað að kostnaðarverð eldsneytisbirgða Olís þá miðað við þetta fyrirkomulag og samningsfyrirkomulag gagnvart stórnotendum, það yfir líklegu söluverði. Þannig að yfir lengri tímabil þá jafnast svona sveiflur út og sérstaklega líka þegar þær eru minni, en þegar þær falla á 1/4 og eru svona gríðarlega miklar og kannski bara önnur áttin, annarkvort upp eða niður, þá verða áhrifin frekar afgerandi. En núna þegar heimsmarkaðsverð hefur lækkað, þá gerum við ráð fyrir því að á öðrum ársfjórðungi hjá Olís að hann verði heldur undir áætlunum og að áhrif af þessari miklu hækkun á fyrsta fjórðungi gangi að einhver leyti tilbaka.
Hversu mikið það verður og hversu hratt heilmikil óvissa Það fer auðvitað eftir því hvernig heimsmarkaðsverð á olíu þróast og svo fer það líka eftir þáttum eins og birgðastýringu í rekstri olís en eðli máls samkvæmt þá kannski skynsamlegt að halda í við sig í kaupum þegar verð hátt en slá þá í þegar verð lágt og við munum reyna að stýra því eftir föngum. Við höfum að hluta til gert ráð fyrir væntum áhrifum á öðrum ársfjórðungi með því að birgðir hafa verið færðar niður ríflega 300 milljónir á síðasta fjórðungi og það mun því dempa áhrifin sem við eigum von á öðrum ársfjórðungi. Annað sem skiptir máli og mikilvægt að komi fram að þegar heimsmarkaðsverð hækkar svona skart þá fylgir smásalan ekki með jafnhratt þannig að afkoma smásölu af eldsneyti dróst heldur saman á síðasta fjórðungi vegna þess að framlegð lækkaði og líka vegna þess að við keyrðum aðeins minna. Að öðru leyti en þessu rekstur olís í ágætu samræmi við áætlanir. Það reyndar leið við segja þetta þá átta ég mig á því hvað þessi setning skrítin. En það gengur vel í sölu á þjónustu og vörum öðrum heldur en eldsneyti, þurrvöru, veitingum og það mikið að gera í bílaþvotti hjá Glans og svo framvegis þannig að heilt yfir þá erum við með gríðarlega sterkan fjórðung, nokkuð vel yfir áætlunum, augljóslega viðburðaríkur, rússíbaninn ekki alveg komin á endastöð þó hann sé að nálgast hana vonandi, en það gæti litað annan fjórðung hjá okkur, en okkur líður ansi vel með olís heilt yfir. Þá það Færeyjar, það sem árið fer líka ágætlega á stað að undanskildum smá hnökrum sem tengjast flutningum sem eru núna eiga sér stað annan fjórðunginn í röð sem svona hálfskrítið vegna þess að þetta svona óvenjuleg hnökrar. Tekjur námu 4.068 milljónir króna og EBITDA var 471, það 10,8% af veltu. Umsvif eru heilt yfir að aukast, aftur eru að sjá bara fleiri viðskiptavinnu og fleiri seld stykki. Afkoman ágætlega viðunandi, hún samt aðeins lakari heldur en í fyrra. Ástæðan sem ég íaða á undan svo að við mistum nánast út heila viku í sölu, vikuna fyrir páska, en þá var seinkun á skipi til Færeyja næstum því þessa viku og í okkar lógistík og birgðastýringu í verslunum í Færeyjum þá þýðir þetta einfaldlega það að við erum með hálftómar búðir í allt of marga daga sem þýðir þá að sala dregst saman, við verðum hreinlega afsölu og rýrnun eykst þegar dagsninguvörur eru seldar með afslætti. Þannig að þetta hafði þetta eru smá hnökrar á starfseminni sem við hefum ekki vonað að verði viðvarandi. Vestlandar hjá okkur, Bónus, Miklíkarar og Mylnan ganga bara mjög vel, veitingastaðirnir sömuleiðis, þannig að við erum bara sátt með reksturinn. Við erum líka ánað að halda áfram uppbyggingu á fasteignum fyrir okkar eigin starfsemi í Færeyjum. Við erum að ljúka núna byggingu nýs hús við Smiðjugerði í Þórshöfn, þar sem við erum að hýsa lager og skrifstofur og við erum að bæta við bílaþvottastöð og móttökustöð, endurvinnslu móttökustöð, þannig að við erum að auka þjónustu við viðskiptavini og erum tengjana inn í svona okkar kerfi og verslanir, þannig að þetta svona styður hvert við annað. Smiðjugerði verður þá viðbót við fasteignar hjá okkur og viðbót við Rúnavíkurkjarnan sem að opnaði núna í nóvember og hefur strax sannað sig sem gríðarlega mikilvæg viðbót, hressileg aukning í sölu allra 3 verslananna sem að þar voru settar inn og miðað við það sem voru áður og veitingastaðurinn sömuleiðis. Þannig að við erum með fínt start á árinu í Færeyjum, að minnsta kosti í öllu sem að við getum stjórnað, þá gekk bara vel. Svona rétt áður en ég hleypi Guðrúnu þá langar mig að nefna nokkrar valdafréttir úr starfseminni. Ég nefndi áður að bónusverslunin okkar á Selfossi hefði verið endurnýjuð. Hún búin að vera hálfsprungin í nokkur ár, sérstaklega yfir sumartímann. Þannig að við stækkuðum hana núna ríflega 300 fermetra, hún stendur núna í 1600 fermetrum, auk þess sem við höfum sett inn nýja kæla og lagað allt flæði í gegnum búðina. Okkur finnst náttúrulega alveg afleitt að loka búðum á meðan svona framkvæmd stendur og reynum að komast hjá því í lengstu lög, en þarna þurftum við að loka í 5 daga í lok maí. Það hefur hins vegar verið þess virði því viðskiptavinir hafa tekið nýri búð opnum örmum og það ljóst að við erum að bæta verulega við okkur viðskiptavinum og velta á þessum fyrsta mánuði eftir opnun. Og talandi búðir á Suðurlandi þá tilkynntum við að Bónus myndi opna í Þorlákshöfn og auk þess að við munum þar bjóða upp á þjónustu OB. Þetta gert samhliða mikilli uppbyggingu atvinnulífs og íbúðabyggðar sem þarna í gangi og fyrirhuguð og mér finnst að sjálfsögðu ekki ósennilegt að þetta skýri stórsigur Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórnarkosningunum þarna eins og raun bar vitni í maí.
En svona gamni slepptu þá hlökkum við mikið til að styðja við hraða uppbyggingu í Ölfusunum og svona uppbyggingu á glæsilegu sveitarfélagi. Takk Vildavinir hjá okkur telja núna kringum 65.000 meðlimi og hafa verið duglegir að nýta sér kerfið. Meðlimir eru að safna takkrónum og eru að nálgast núna 100 milljónir í söfnun á fáum mánuðum og þær eru verið að nýta áfram í verslunum okkar. Afsakið. Við höfum verið að slípa kerfið til, bæði ferðalag viðskiptavina í gegnum kerfið og svo fríðindi og við munum koma með áhugaverða uppfærslu á kerfinu núna í lok sumars. Nú að lokum þá hillir undir að fyrsta áfanga framkvæmdi við Álfabakka ljúki og við gerum ráð fyrir að færum framleiðslustarfsemi okkar hjá Eldum rétt og ferskum kjötvörum þangað í september. Okkur klæjar að sjálfsögðu í puttana að nýta áhugaverð ný tækifæri sem skapast í framleiðslu og fullvinnslu í þessari nýju aðstöðu og gerum ráð fyrir að okkar viðskiptavinir sjái afrakstur þess í verslunum áður en of langt líður. Nú á fundi okkur í apríl þá kynntum við til sögunar innkaupasamstarfið við Salling Group sem ég hef nefnt hérna nokkrum sinnum á undan og kannski þau tækifæri sem að þetta samstarf skapar í að lækka verð, í að breikka vöruúrval og styrkja samkeppnishæfni okkar verslana. Við sjáum nú fyrstu merki þess að innleiðingin hefur farið mjög vel á stað. Vöruflæði frá Danmörku hefur komið í gott og stöðugt horf. Við erum með 500 vörur í hillur eins og nefndi áðan og við stefnum að þær verði orðnar fleiri en 1000 fyrir árslok. Síðustu vikur höfum við verið að nýta í að fínstilla aðfangakeðjuna, við höfum verið að skilgreina vöruframboðið betur og svona allt hilluskipulag og þetta er eðlilega bara töluvert mikil og flókin vinna og í sjálfu sér erfitt fyrir aðra en þá sem vinna verkið að átta sig á öllu umstanginu sem að ég áttaði mig ekki vel á því þegar við vorum að fara í þessa vinnu en ég skil það betur núna. Fyrstu viðbrögð viðskiptavina eru mjög jákvæð, raunar þannig að margar vörur hjá okkur hafa selst hraðar en við gerum ráð fyrir og eru hreinlega uppseldar og það er þrátt fyrir það að markasetning á þessum vörum hefur bara ekki hafist. Við ætlum að gera bragarbót á því núna á næstu vikum og mánuðum og munum hefja markvissa kynningu á vöruframboði, nýju vöruframboði og þá sjáum við betur rekstrarleg áhrif af þessu en eftir því sem að stykkjum fjölgar og verðlækkunum komið til viðskiptavina. Það er gaman að segja frá því að núna þegar þessar vörur, 500 vörur eru komnar í hillur hjá okkur, þá erum við að sjá það raungerast sem við ræddum hérna á síðasta fundi, varðandi verðpunta og áhrif út fyrir samstæðuna. Af verðpuntinum þá er gaman að geta deilt því að þær Salling-vörur sem við erum að taka inn fyrir sambærilegar vörur hjá okkur, þar að segja vörur sem við erum þá yfirleitt að hætta með, þær erum við að bjóða meðaltali á meir en 15% lægra verði heldur en vörurnar sem við tökum út og þar sem við höfum kannski ekki beinan samanburð innan hús heldur erum við að horfa kannski til þess að breikka vöruúrvali hjá okkur, til dæmis með lífrænum vörum eða vörum án ilmefna og svona ánæmisvalda að þar sem við gerum það þá hafa kollegar okkar sem reka aðrar verslanir lækkað sínar vörulínur í verði svo munar. Þannig að þetta er það sem við köllum bónusáhrifin. Það bregst ekki að þegar bónus tekur inn nýja vöru þá lækkar hún eða sambærilegar vörur mikið í öðrum verslunum í kjölfarið og það er þannig sem að samkeppnin virkar og það er þannig sem að bónus hefur jákvæð áhrif á vöruverð á landinu í heild. Eins og fram hefur komið þá stofnuðum við nýja rekstrareiningu á síðasta fjórðungi sem heitir Haga Miðlar og hún byggir á að nýta innviði Haga til smásölumiðlunar í þá verslunum og til framtíðar einnig á starfum snertiflutum en við erum að miðla skilaboðum á réttum stað og réttum tíma þegar viðskiptavinurinn í þeim erindagjörðum að versla. Frá því við hittum síðast þegar við hleyptum högum miðlum af stokkunum í lok apríl þá er verkefni tekið nokkur stór skref. Sala er hafin og fyrstu tekjurnar eru farnar að berast og við héldum gríðarlega vel sóttan kynningafund fyrir sérfræðinga í sölu- og markaðsmálum þarna í lok apríl þar sem við fórum yfir þennan nýja miðil og auglýsingafleti sem Hagar hafa upp á að bjóða. Áhugi hefur verið heilmikill hjá samstæðsstaðalum og við erum að sjálfsögðu þakklátt fyrir hann. Við erum að keyra á stað fyrstu herferðirnar í verslunum hjá okkur og það sem verið að nýta þjónustu Haga miðla og það er lofa góð og við erum að sjá áþreifanlegan árangur í að hreyfa við sölu í rétta átt.
Við erum núna á ákveðnu pröfutímabili og það stendur fram yfir sumarið. Fyrstu tekjurnar hjá okkur eru sem sagt byrjar að trikla inn og telja í einhverjum tugum milljóna, ekki mörgum. Við erum náttúrulega á byrjunarreit ennþá. En planið er að halda fram þessari uppbyggingu, skilgreining á vöruframboði, halda fram að byggja upp innviði og sölustarf og markmið er að sjálfsögðu að gera Hagamiðla arðbæri tekjustoð fyrir Haga til framtíðar. Þannig að þetta er bara virkilega góð byrjun og við ræðum þetta og kynnum þetta betur á síðari stigum. Þá ætlum ég hleypa Guðrúnu að og hérna fá hana til þess að fara aðeins dýpra í reikningin hjá okkur. Takk fyrir það, Finnur. Góðan dag. Við byrjum að skoða rekstrarreikning fjórðungsins. Þá sjáum við að vörusalan nam 50,8 milljörðum og jókst 5,5% milli ára. Söluaukning verslana og vöruhúsa á Íslandi nam 6,4% og söluaukning í Færeyjum var 7,9%. Söluaukning hjá Olís nam 2,1% en afnám olíugjalda áramót dregur að öðru og breyttu úr tekjuaukningu. Framlegið í krónutali var 13,3 milljarðar og jókst 14,3% milli ára. Framlega hlutfall var 26,2% og hækkaði 2% í samanburði við síðasta ár. En eins og fram hefur komið á Finni þá hafa verið óvenjulegar aðstæður á olíumörkuðum þar sem mikil og snörp hækkun á heimsmarkaðsverði á eldsneyti hefur þau áhrif að afkoma sölu til stórnotenda eykst tímabundið vegna eðlis samninganna. Laun og launatengd gjöld námu 5,8 milljörðum og hækkaði 8,4% og annar rekstrarkostnaður hækkar 4,9%. Hækkun kostnaðarlega er að mestu í takti við kjarasamninga og almennar verðlagshækkanir. EBITDA fjórðungsins var 5,1 milljarður í samanburði við rúma 4 milljarða í fyrra eða sem nemur 26,9% hækkun. EBITDA stærðsþátta verslana og vöruhúsa nam 3,1 milljarður og jókst 14,8%. EBITDA Olís 1,5 milljarður og jókst 93,4% og EBITDA SMS í Færeyjum var 528 milljónir og lækkaði 10,8% af ástæðum sem Finnur fór yfir hér áðan. Afskriftir námu 1,8 milljörðum og hækkuðu rúm 23% milli ára og matsbreyting fjárfestinga fasteigna nam 67 milljónum til samanburði við 173 milljónir í fyrra. Fjármagnskostnaður var 920 milljónir og lækkaði lítillega milli ára. Hagnaður tímabilsins var 1,9 milljarðar og hækkaði 64,5%. Önnur heildarafkoma var 94 milljónir þar sem þýðingamunur var neikvæður 18 milljónir en endurmat fasteigna fært beint á eigið fé nam 112 milljónum en þetta er endurmat vegna fasteigna sem eru í notkun innan samstæðunar. Heildarafkoma samtals var því 2 milljarðar til samanburðar við 1,2 milljarða í fyrra. Hér sjáum við helstu lykilmælikvarða rekstrar á fyrsta fjórðungi og samanburð við síðustu ár. Veltu og framleiðir eru búin að gera góð skil og því kannski óþarfi að endurtaka. Launahlutfall fjórðungsins var 11,4%, það hækkar úr 11,1% á samanburðarári en kostnaðarhlutfall stendur hins vegar í stað og nemur 5,3% af veltu. EBITDA-hlutfall var 10,1% í samanburði við 8,4% í fyrra og hagnaðarhlutfall var 3,8% í samanburði við 2,4% í fyrra. Ef við vindum okkur yfir sjóðstreymisyfirlitið þá sjáum við að handbært fé frá rekstri nam 635 milljónum á fjórðungnum samanborið við 5,4 milljarða í fyrra. Neikvæð samanburður milli ára skýrist einkum af tímabundnum breytingum á veltufjármunum þar sem að hærri birgðastaða eldsneytis og auknar viðskiptakröfur vógu á móti sterkri rekstrarafkomu. Á sama tíma í fyrra var hins vegar jákvæð breyting vegna tímabundi hærri viðskiptaskulda þannig að sveiflan milli ára er heldur ýkt. Fjárfestingarhreyfingar á fjórðungnum voru 1,4 milljarðar, hækkuðu lítillega í samanburði við síðasta ár. Stærstu fjárfestingar tímabilsins eru vegna Álfabakka 2 og stækkunar bónusverslunar á Selfossi. Fjármagnarhreyfingar 71 milljón samanborið við 527 milljónir í fyrra og handbært fé lækkar 803 milljónir á fjórðungnum og nam 3,1 milljarði í lok maí. Heildareignir samstæðuna í lok fjórðungs námu 118,5 milljörðum og hækkaði 3,3 milljarða frá síðustu árslokum eða 2,9%. Fastafjármunir voru 90,1 milljarður og standa nánast í stað en veltufjármunir voru 28,4 milljarður og hækka hins vegar 3,6 milljarða frá síðustu árslokum. En hækkun eldsneytisbirgða á fjórðungnum skýrir þá breytingu að langmestu leyti. Vörubirgðir voru 17,2 milljarðar í lok fjórðungs og hækkum 2,8 milljarða frá árslokum en hækkum 3,7 milljarða ef við berum saman við sama tímabil í fyrra, maí í fyrra.
Hækkun birgða má að mestu rekja til hærra birgðaverðmætis á eldsneyti þar sem verð per lítur hefur hækkað mikið og hratt á stuttum tíma en magn á lager í lítrumtali einnig nokkuð hærra en í lok síðasta árs og lok sama tímabils í fyrra. Það þýðir þó ekki að sérstaka birgðasveiflu sé að ræða. Heldur þetta svona einungis tilfellandi hvernig mánaðamót hitta og hvenær farmar koma í hús. Í lok tímabils var farin niðurfærsla birgða af fjárhæð 308 milljónir vegna eldsneytis. Þar sem söluverðmæti ákveðinna eldsneytisflokka áætlað lægra heldur en kostnaðarverðmæti þeirra. Viðskiptakröfur hækka líka á tímabilinu og námu 8,1 milljarði en þær hækka mestu vegna stórnotenda hjá Olís með hækkandi heimsmarkaðsverði. Eigið fé í lok fjórðungs 44,7 milljarðar og eiginfjárhlutfall 37,7% og félagið átti eigin hlutanafnvirði 17,8 milljónir í lok tímabils. Heildarskuldir samstæðunnar 73,8 milljarðar og hækkum 1,3 milljarðar frá lokum síðasta árs. Vaxtaberandi skuldir 23,8 milljarðar og leiguskuldir 24,7 milljarðar. Vaxtaberandi skuldir námu 9,5 milljarði en þar voru víxilskuldir 1,6 milljarðar. Skammtímafjármögnun í dönskum vegna kaupan á SMS 3,8 milljarðar og skuldabréfaflokkur sem við erum að gjalda á þriðja fjórðungi að fjárhæð 3 milljarðar. Endur svo á að skoða lykilmælikvarða efnahags. Arðsemi eigin fjár var 20,5% síðastliðna 12 mánuði og lækkar á 25,3% samanburðarári en arðsemi var óvenju há í fyrra vegna innskiptisliða á fjórða fjórðungi ársins 2024/5. Eigin fjárhlutfall 37,7% í lok fjórðungs sem var 36,7% í lok maí í fyrra. Nettóvaxtaberandi skuldir að meðtöldum leiguskuldum 45,4 milljarðar eða 2,4 sinnum 12 mánaða EBITDA. Veltufjárhlutfall var 0,83 til samanburðar við 0,85 í fyrra og velturhæð í rekstri var 14,1 dagur í samanburði við 8,6 daga í fyrra en hærri veltufjármunir fyrst og fremst hækkun eldsneytisbirgða hafa hér þessi áhrif. Velturhæð eigna var 1,8 en var 1,9 á sama tíma í fyrra. Og þakka ég fyrir mig í bili og Finnur tekur nú aftur við. Takk fyrir þetta, Guðrún. Við höldum áfram, þurfum ekki að staldra kannski lengi við þessa glæru. Gengi hlutabréf í Högum hækkaði nokkuð á milli fjórðunga og stóð 126 fyrir mánuði síðan. Eitthvað hnikast niður eftir það. Svo hluthafarnir okkar, þeir eru orðnir núna 1095 og þeim heldur áfram að fjölga sem við erum virkilega ánægð með. En þessi 10 sem eru hér á myndinni fyrir neðan en hlutamyndarinnar eiga í dag 74% hlutafjár. Og það óbreyttur hópur frá því í ársbyrjun og það væri reyndar hægt að leita nokkuð lengra aftur á þess að það sæjust breytingar á honum. Nú eins og þið sjáið á rekstrinum þá eru allir helstu mælikvarðar okkar að hnikast í rétta átt. Uppsagnaðar hagnaðar á hlut síðustu 12 mánuði stendur nú í 7,46 krónum og hefur hækkað þá 28% á síðustu 12 mánuðum og nærri því að fjórfaldast á einhverjum 5 árum frá því að þessi vegferð hófst. En þetta skarpa stökk núna á milli fjórðunga eðlilega litað af þessum jákvæða áhrifum á afkomu vegna sölu á eldsneyti hjá Olís sem að einhver leyti má gera ráð fyrir að hliðrist eitthvað til á næsta fjórðungi. En að öðru leyti þá endurspeglar þessi þróun á hagnað á hlut almennt aukna skilvirkni í rekstri sem að skila okkur stöðugt bættri afkomu. Nú, til þess að draga saman það sem við sjáum framundan, þá kannski fyrst að segja að staða og horfur eru býsna svipaðar og var þegar við hittust hérna fyrir 2 mánuðum síðan. Við erum að öllu ef við hugum að öllu þá erum við bara bjartsýn og metum þannig að horfur í rekstri Haga séu áfram góðar. Það blasir hins vegar við að við erum ennþá með ögrandi efnahagsaðstæður á Íslandi, það verðbólgan og það eru vextirnir og það heilmikil óvissa hvað verður kjarasamning í haust og jafnvel hvað athygli næst á þau mál með stóra þjóðaratkvæðagreiðslu á svipuðum tíma. En svo eru þetta ennþá mikill órói í kringum Íran og þó þessi kannski aðeins að róast og olíuverð hefur lækkað þá er ennþá heilmikill það er óvissa á mörkuðum. Lækkun á olíuverði eru auðvitað jákvæð almennt séð þó svo áhrifin á okkar restur geti orðið tímabundið neikvæð. Það sé vegna sölu til stórnotenda en sem við rætt undan en við höfum þó þegar lagt til hliðar vegna slíkra áhrifa með niðurfærslu á birgðum eins og Guðrún nefndi undan.
Nú ef við horfum á hálf fulla glasið þá ansi margt í okkar rekstri sem lofar mjög góðu. Það má fyrst nefna innkaupasamstarfið við Salling sem styrkir verslanirnar okkar með tilliti til verðs, vöruúrvals og gæða á vöruframboði. Það svo endalaust tækifæri að herða upp á rekstri og við sjáum það mjög vel í ákveðnu átaki sem við fórum í hagkaup núna á fyrsta fjórðungi. Hér erum við að horfa almennt til aðfangakeðjunnar hjá okkur, vöruframboðs, nýtingar á innviðum og rekstrarkostnað. Og eins og ég hef oft nefnt á þessum vettvangi þá geta litlar breytingar haft verulega áhrif á afkomu félags í okkar starfsemi og það á auðvitað ennþá við. Nú, nýji tekjustraumar í uppbyggingu, við erum búin að nefna Hagamiðla sem að stíga sín fyrstu skref og ýmislegt annað í bígerð og svo fjárhagur sterkur eins og Guðrún fór yfir hérna á undan. Við erum með gott sjóðstreymi, sterka fjármögnun og trygga og þetta veitir okkur svigrúm til þess að fjárfesta í arðbærum verkefnum og ef við finnum þau ekki þá munum við einfaldlega skila fjármagni tilbaka til hluthafa með arðgreiðslum eða endurkaupum eins og við höfum reyndar þegar tilkynnt að við munum leggja í. Þannig til að draga saman þá erum við núna að kynna mjög sterka niðurstöðu fyrsta fjórðungs. Við erum bjartsýn á rekstur á næstu mánuðum og misserum en vegna ákveðinnar óvissu þróun á öðrum ársfjórðungi þá erum við ekki að hækka afkomuspá okkar svo stöddu. Við vonum að þetta hafi verið hjálplegt og við ætlum að kíkja núna á spurningar sem hafa borist okkur Guðrúnu. Og það eru nokkra sem hafa borist. Alexander Hjálmarsson spyr EBITDA-hlutfall í verslunum og vöruhúsum á Íslandi. Það að aukast 0,6% stig og hvort það að koma í gegnum aukna framleið eða lægra kostnaðarhlutfall. Það kannski ekkert einfalt svar við þessu. Verslanir og vöruhús eru stærsti starfsþátturinn okkar og þannig að tvinnast saman rekstur nokkur eining allt frá bónus yfir í stórkaup þannig að það eru svona mismunandi kringumstæður hjá hverju af þessum félögum en ástæðurnar fyrir bættu EBITDA-hlutfalli eru þessuna af ýmsum toga og það sem væri hægt að nefna náttúrulega bara umsvifur aukast, það hjálpar. Við erum að ná ágætis árangur í innkaupum, nefni það Salling sem dæmi og við erum að ná árangur í rýrnun, hvoru tveggja eða draga úr rýrnun, hvoru tveggja styrkir framleiðina hjá okkur og síðan höfum við almennt náð að hagræða í kostnaði og aftur tekið hagkaup sem bara fínt dæmi um það. Ég veit ekki hvort það eitthvað fleira sem þetta dettur í hug þarna, þannig að ef þetta svona nálgast spurninguna. Það spurt, það ekkert minnst á Hagamiðla í til, já við erum búin að fjalla Hagamiðla aðalega þannig að kannski þessi spurning á ekki við lengur og síðan spurt hvort að við getum eitthvað tjáð okkur vænta EBITDA hlutfalli olíus á öðrum ársfjórðungi, miðað við hvað olíuverð í dag. Ég kannski treysti mér ekki vel til þess að svara þessari spurningu nákvæmlega. En það sem við getum sagt að bara út af þessari mekaník sem ég var að lýsa hérna áðan, þar að segja þegar olís að selja úr gömlum birgðum og verð eru upphækkandi, þá ýtir það í rauninni EBITDA-hlutfalli upp og þegar það gerist í hina áttina, þegar verð niðurhallandi, þá ýtir það EBITDA-hlutfalli að öðru óbreyttu niður á við. Og þannig að við getum kannski svona hort til þess að þá búist við frekar við því að EBITDA-hlutfall á öðrum ársfjórðungi hnikist niður á við en það kannski rétt að taka það fram sem við höfum nefnt hér á undan að við erum búin að taka frá ríflega 300 milljónir í niðurfærslu á birgðum sem dregur það úr þessum áhrifum þegar við seljum eldsneytisbirgðir undir kostnaðarverði. Arnar Geir spyr að tengt nýlegri frétt áform Reykjavíkurborgar að skipa samninganefnd til að semja við lóðarhafa bensínstöðvalóða uppbyggingu þeirra og gjaldtöku og hann spyr sem sagt hvaða þýðingu hefur þetta fyrir lóðirnar sem Hagar sömdum og hafa nú þegar verið settar inn í klasa. Þetta bara mjög góð spurning. Við erum aðeins að velta þessu fyrir okkur sjálf.
eins og kemur fram í spurningunni þá hafa þessar lóðir verið seldar inn í klasa og að minnst ein þeirra hefur verið seld áfram og framkvæmdir eru þegar hafnar á þeirri lóð, þannig að það er orðið nokkuð liðið síðan þessi samningar voru gerðir og kannski ágætt að rifja það upp að tilurð samningana var svo að þetta kemur á frumkvæði borgarinnar og það er í raun farið fram á olíufélögin hætti tekjuberandi starfsemi löngu áður en að það kannski hefði talist viðskiptalega skynsamlegt. Það eru ansi mörg álitaefni sem að koma upp í tengslum við þetta og þegar við skoðum þetta mál, mál eins og bara hver eru markmið borgarinnar ákvaða ef það á að sækja eitthvað markaðsvirði lóða, ákvaða grunni á að meta það, síðan má velta upp hver eðlileg ábyrgð Reykjavíkurborgar á niðurstöðum samninga þegar að eigin sögn borgin er búin að brjóta lög í samningagerðinni eða því hefur verið flaggað. Og svo eru alls konar grundvallarspurningar sem að tengjast jafnræði eða fordæmisgjöf og eignarrétt og svo framvegis. Þannig að þetta er flókið mál, jafnvel svo flókið að mér er til efst að það verði einhvern tímann almennilega til lykta leitt. Við sjáum að minnst ekki alveg hvernig en við höfum í sjálfu sér ekki miklar áhyggjur af þessu. Þetta er kannski ekki stóru breytingar hjá okkur, plús það að þessar lóðir eru ekki nema hluti til í okkar eign eins og staðan er í dag. Sjá. Hérna er spurning frá Helga Víbli Júlíusinni þar sem hann vísar til þess sem hann heyrði mig segja í kynningun áðan að sali í verslunum væri undir væntingum í maí-júní. Það er ekki kannski alveg það sem ég sagði. Það sem ég sagði er að heimsóknarfjöldi var kannski heldur rólegri en við áttum von á í maí. Það gæti helgast af bara samanburðinum á milli mánaða, á milli ára þarf að segja. Maí í fyrra var einstakur veðurfarslega og sem hefur jákvæð áhrif á verslun og heimsóknarfjölda og lakari núna og síðan vorum við með lokaða mjög stóra búð hjá okkur í nokkra daga í maímánuði á Selfossi. Það sem ég sagði júní er að heimsóknir og mánuðurinn er að fara mjög kröftuglega á stað og í miklum kontrast við maí, þannig að það er kannski ágætt að halda því til haga. Hann spyr einnig hvort það sé hægt að varpa ljósi á hvernig eldsneytissalan á olíu skiptist milli smásölu og stórnotenda. Er þetta ekki bara 50-50 í magni? Þetta er svo sem tölur sem við höfum nú ekki gefið upp, en það er ekki mikill munur þar á milli, við getum sagt það. Sjá hvort það eru við sjáum ekki Helgi Víð spyr einnig hvort það hafi dregið úr notkun á takk eftir nýjabrumið og svarið við því er að nei, það hefur ekki gert, hún helst stöðug notkunin, en það sem kannski hægir á er fjölgun á nýjum meðlimum. Það er bara eðlilegt þegar það fjölgar hraðast fyrst og svo hægir á. En við erum búin að bæta við okkur nokkuð þúsundum síðan við töluðum saman síðast og eins og ég nefndi áðan þá erum við komin eitthvað í kringum 65.000 meðlimi í vildakerfinu. Það eru ekki fleiri spurningar að þér virðist. Ég vil þá þakka fyrir fundamönnum fyrir áhugann á félaginu og kannski loka á því að við erum ánægð með hvernig árið byrjar. Fjórðungurinn er þegar við höfum að öllu mjög sterkur og alveg sama þó við setjum eitthvað stjörnumerki við olíuna. Það gengur vel í öllum okkar starfsþáttum og við gerum ráð fyrir að það verði áfram. Þannig að horfur eru góðar.